Já, við erum stödd í smiðju og fyrir nokkrum árum, frá árunum 2007 til 2012, þá fór hér fram viðamikil fornleifarannsókn. Við þennan rannsóknaruppgröft þá komu í ljós skipulagt athafnasvæði. Þetta athafnasvæði það var hannað þannig að það voru stígar á milli svæða, bæði viðarstígar og svo hellulegastígar, og akkurat hérna í þessu húsi fékk hluti af stíg sem var inn á smiðjusvæðinu, þar sem voru rauðablástusofnar og smiðjur. Hann fékk að vera og hann er hérna in situ, eins og við köllum það, þar að segja að hann er hér óhreyfður. Aldursgreiningin á honum er frá 9. öld, erfitt að segja nákvæmlega, frá svona kannski 850 og er einn elsti hluti þessa svæðis sem við köllum Alþingisreitin. Það sem er mjög áhugavert við þennan stíg er að hann er ekki svo ólíkur öðrum stígum sem hafa fundist erlendis við svona skipulagt athafnasvæði eins og landnám víkinga voru gjarnan við tjarnir, við tjörn eins og tjörninni hér og svo við strendur, stutt í ströndina. En það sem var áhugavert og við hefum kannski ekki fundið áður á Íslandi er hversu skipulagt athafnasvæði var og vegleg mannvirki. Og þessi stígur er okkar eina mannvirki sem ber vitni um svona skipulag.